Útsalan í fullum gangi, bjóðum jóð og djós. Við höldum áfram í taktíkinni, flautum seinni hálfleikinn á. Hingað til mín í setti komið góðan gest, Þórólfur Sveinsson, velkominn. Takk. Þú ert núna að dreifa út bæinn markmiðakorti. Já, það svona pælingin með því að öll ungmenni geti sett sér markmið fyrir árið og þetta á að vera komið í öll íþróttafélög og að fara núna á eftir í félagsmiðstöðvarnar með restina af þessu og þannig að þetta svona mjög einfalt í notkun að þú getur settið svona einhverja punkta í þessa hringi og svo skrifarðu í hvern mánuð svona lítil markmið hvernig þú ætlir að ná á endunum, loka markmiðinu. Og þetta getur verið alls konar markmið, alls konar íþróttir og jafnvel ekki íþróttir? Já, bara allar íþróttir og tómstundir og viltu bæta í skólunum eða bara heima eða hvernig sem er. Þannig að allir ættu vonandi að geta bætt sig. Og þetta ekki tengt við neitt ákveðið félag, þetta bara eitthvað sem á að vera aðgengilegt fyrir alla? Já, þetta bara fyrir alla og þetta var prentað út í 4 steintökum. Þannig að þetta ætti vonandi að geta komist inn á öll heimili í bænum og ég búinn að vera að fara með þetta til félagana þannig að treysta á þau séu duglega að koma svo út og til krakkana þannig að það komist heim og kannski fjölskylduna sest bara niður og sett sér markmið. Og nú eru markmið mjög mismunandi, stór og smá líka. Hvernig setur maður sér markmið? Sko, það þetta svona misjafnt eftir hverjum og einum, en þetta svona gott að hafa svona einhver minni markmið til að setja sem þú getur svo náð og svo einhver svona loka markmið. En þetta þetta alltaf svona bara eitt skref í einu, það heldur sér svona lykilmarkmið. Þannig eins og þessu markmiðakorti að reyna að setja sig þá kannski eitt stórt markmið kannski fyrir árið og brjóta það svo niður? Já, það svona pælingin að menn getur kannski sett bara í þessa hringi svona einhver minni markmið og eitt loka og svo kannski bara í desember ertu búinn að ná á endunum loka markmiðinu, vonandi. Þetta líka kannski mikilvægt að setja sér mörg markmið því eins og við vitum þegar maður setur sér eitt stórt markmið og nærði ekki, það hundleiðilegt. Þess vegna þarf maður að hafa einhver minni á leiðinni til þess að ná einhverjum sigrum. Já, algjörlega og svo auðvitað, maður nær ekkert kannski alltaf markmiðinu en bara setja sér svona einhver minni markmið og margir eru kannski með 5-6 markmið yfir árið og búin á einu og getur haft smá umbun og gert einhvern glaðan dag eða gert eitthvað og svo bara kemur næsta og næsta og svo bara heldur áfram, svo bara kemur 2020 og bara setur maður sér aftur markmið. Þetta ákveðin kunst og það þarf í rauninni líka að fræða þetta og heyra kannski reynslusögur einhverja sem hafa sett sér markmið. Já, ég held að allir sem hafa náð langt sama í hverju það í íþróttum eða tónlist eða hverju sem námi þá eru allir með markmið. Og það svona á endunum held ég mjög mikilvægt og því fyrr því betra sem að setja sér bara markmið. Og auðvitað draumur allra að komast alveg á hæsta stall í sínu fagi en það mikil vinna og mörg markmið sem maður þarf að ná að kemst þangað. Nú þú knattspyrnuþjálfari og búinn að þjálfa í mörg ár. Þetta eitthvað sem að þú hefur verið að ýta þínum iðkendum að setja sér markmið? Já, ég hef verið alltaf að hvetja á til að setja sér eitthvað markmið og líka sem undir á kortinu svona gildi. Búa sér til einhver gildi og ægi og kurteisi og virðing einhver svona sem hjálpar manni alltaf. Og svo bara þetta þegar krakkar eru ungir og svona, þá þetta nú kannski oft svolítið erfitt að fylgja þessu. En ég held að svona markmið með þessu korti að þetta hjálpi þeim frekar að fá þetta bara upp í hendurnar og fylla þetta út þá svona setur maður sér frekar markmið, vonandi. En það fleira en bara markmiðakortið, það líka fyrirlestur sem þú stóðst fyrir sem var nú heldur betur fjölsóttur hér í bæ. Já, með Sigga Ragga.
það var alveg frábært og frábær þáttaka og hann held ég hafi bara náð til krakkana og segja svona frá hvað það maður að gera hvað maður þarf að leggja á sig til þess að ná árangri. Ertu með hvað mættu margir á fyrirlesturinn? Það voru svona 600 börn og svona 200 foreldrar svona þegar maður skaut á og það það var alveg frábært og það var svo sem ekki bara ég einn sem stóð að því, það var með fjölda góðra styrktaraðila sem komu að þessu og markmiðakortinu og ég þeim mjög þakklátur fyrir að hafa tekið þátt í þessu með okkur. Þessi mæting 600 börn og 200 foreldrar, þetta segir mann að það mikil þörf fyrir svona fyrirlestra og fræðslu? Já, það er það og ég svona held að menn séu svona almennt að fá, eða börn og unglingar, frábæra þjálfun í sínu félagi sama í hvað íþróttagrein það eða tónlist. Það alls staðar hæfir einstaklingar að þjálfa og kenna og þetta bara svona sem hjálpar held í krökkunum og við þurfum að vera duglegri að fá svona norður. En þú sem þjálfari, hvað verður til þess að þú ákveður að fara út í þetta að koma með fyrirlesara eins og Sigga Ragga hérna í bæinn og síðan markmiðakortið? Já, þetta bara, ég hef búin að vera þetta markmiðakort svona í kollinum í svolítinn tíma og eins með Sigga Ragga. Mér fannst bara þetta vanta líka svona aðeins til að brjóta upp veturinn fyrir krakkana og gaman að fá bara að heyra sögur og fá frá fleirum en okkur sem eru kannski alltaf að þjálfa börnin og svona kannski held ég að skili sér betur að fá bara nýja. Og svo eins og ég segi, svo var ég búinn að vera í sambandi við IBA og Akureyrarbæ og þeir komu svona aðeins að þessu líka og ISI Viðar var kynnir og allir tilbúnir að koma og hjálpa en þetta auðvitað kostar sitt og svolítil vinna en gaman þegar að maður sér að margir mæta, þá verður maður sáttur. Þú nú þjálfari eins og hefur áður komið fram hjá Þór og síðan KA líka en þú líka svona tekið þátt í starfi hjá öðrum íþróttafélögum en svona stór fyrirlestur, hann virkar alveg þvert á íþróttafélög og greinar eitthvað sem allir geta nýtt sér. Já, algjörlega sko og það svona pæling núna í mars að koma með annan fyrirlestur og hann svona fyrir svona aðeins að stað að auglýsa núna á næstu dögum og það svona aðeins tengt markmiðum og ég ætla að vona að hann verði jafnvel sóttur því að það verður fullt af frábæru fólki þar sem að allir geta lært af og heyrt sögur hverju markmið hafa skilað þeim og á toppinn alveg á hæsta level. Sem tengist þá markmiðakortinu, ekki fínt að koma með markmiðakortið með sér á svoleiðis fyrirlestur? Jú, en sko það er svona, það er svona pælingin með því að sýna bara fram á, eins og við vorum að ræða á þann, að markmiðasetning skilar alveg ótrúlega miklu, sama í hvað íþróttagrein það er. Það er ekkert bara að mæta á allar æfingar, maður þarf að fara snemma að sofa, borða hollt og minna í tölvu og veist, þetta er mikil vinna að upplifa draum sinn og það verður gaman að sjá mætinguna. Já, og kunna setja sér markmið og markmið sé ekki alltaf sigur bara í öllum kappleikjum, þú veist, það geta verið sigrar á svo mismunandi sviðum. Já, alveg og maður alveg séð í gegnum árin að það eru dæmi að kannski þú þorir ekki að keppa, þá kannski bara frábært markmið að pröfa að spila einn leik á einu móti og svo auðvitað eru aðrir sem eru bara konir lengra og vilja vinna og vilja komast langt og tilbúin að leggja á sig og þá bara setja sér enn háleitari markmið og sjá hverju það skilar á endanum. Og það er strax þessi næsti fyrirlestur komin í pípunar, er meira, ertu að hugsa þetta í ennþá stærra samhengi? Sko, það er svona, mér langaði bara að allavega taka þennan, svona einn enn og þessi tókst frábærlega seinasti og svo veit maður aldrei hvað gerist kannski í næsta haust eða eftir sumarið. Á þessum árum þínu sem þjálfari hefurðu tekið eftir að þetta hafi eitthvað breyst, eru krakkar orðin latari við að setja sér markmið?
Já, ég held að sé bara orðið meira í boði fyrir börn. Þá svona meiri fristingar. Það er svona auðveldara að sleppa æfingu að vorta að spila eða vill bara vera að hanga með vinum eða hvernig sem það sko. Og þannig að ég held að eins og ég segi, þetta er eitthvað sem að vonandi hjálpar krökkum og foreldrum að ýta þeim við að setja sér markmið og komast aðeins áfram. Og svona fyrirlestrar, þetta er líka gríðarlegur umræðu vettvangur þegar maður fer á fyrirlestur og hlusta á svona reynslu sögur, maður fyllist svona eldmóð og þetta svona peppar mann áfram. Já, mér finnst það að við eigum bara alveg ótrúlega mikið af frábærum ungu fólki á Akureyri og í kringu. Þetta er þessi fyrirlestrar opnir bara öllum og endilega sem flestir að koma. Ég held að allir fái svona ekstra hvatningu og sjá bara kannski úr sinni íþróttagrein fyrirmyndir, hvað þau hafa gert til að komast langt og bara maður svona verður ekstra peppaður fyrir næstu mánuði. Og þetta kostar ekkert inn á? Nei, þetta er bara frítt og eins og ég segi, það hefur verið frábæri styrktaraðilar sem hafa verið tilbúin að koma að þessu. Auðvitað væri þetta ekki hægt án þeirra. Og eins og ég segi áðan alveg bara ævinlega þakklátur fyrir þetta og gaman að sjá bara hvað allir taka vel í þetta í bænum og lykilatriði að hafa þetta frítt þannig að allir getur komið og svona. En þú fórst á staðið með þetta og þá varstu ekkert komið með alla styrktaraðilar, þú varst staðar á nýja að koma þessu á? Já, ég þekki Sigga Ragga vel bara sjálfur og við vorum búin að ræða saman og hann var mjög spenntur fyrir þessu og langaði til að koma hingað. Og við bara ákveðum að kýla á þetta og þetta tókst bara frábærlega. Hvernig er það með því sjálfan? Ertu duglegur að setja þig markmið? Nei, svona ég get ekki sagt það. En auðvitað maður reynir að setja sér markmið og reyna að gera eitthvað en það má alltaf gera betur og ég klárlega þarf að nota svona kort. En nýtt ár og ný markmið, þetta er nú gömul klísja en hún virkar, þetta þurfi ekki að vera áramótaheit, þetta eru bara markmið. Já, sko maður getur alltaf bara sett sér markmið, bara fyrir þessa viku eða hvernig sem er og ég held svona eins og ég segi að það er bara lykill að því að ná lengra og maður sér þetta bara með börn í skólum og íþróttum og bara öllu. Þetta er svolítið vinna í dag, það eru margar freistingar og maður þarf stundum að velja og hafna og maður getur ekki verið allstaðar þannig að Forgangsraða rétt og Já, bara skipuleggja sig og þetta er frábært tækifæri til þess. Frábært. Takk kærlega fyrir komuna, Þórólfur. Takk. Og þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku og það í kraftlyftingagír. Útsalan er í fullum gangi. Jóð og Djós.